Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Myndlistamaðurinn Haraldur Ingi Haraldsson bæjarlistamaður Akureyrar fyrir árið 2016. Hann hefur haldið ótal málverkasýningar í gegnum tíðina, en óhætt að segja að sú nýjasta sé í óhefðbundnari kantinum. Málverkasýningin Rattrace stendur nú yfir í gallerí H sem staðsett á veraldavefnum. Til þess að skoða sýninguna fara gestir inn á ákveðna slóð á netinu og geta þannig skoðað 19 málverk sem Haraldur málaði sérstaklega fyrir þetta tilefni. Áhorfandinn fer inn á slóð og hana má finna til dæmis á kothead.net eða þá að slá inn Kothead á Facebook. Þá komið inn á Facebook síðu. Og farið inn á þessa slóð og þá byrjar að hlaðast upp ákveðið viðmót. Og eftir svona mínútu þá er sýningargesturinn staddur bara inn í sýningarsal. Það sem hann getur ferðast með því að nota lyklana eða músina eða eitthvað slíkt og skoðað verkin bara rétt eins og hann væri þar staddur og þetta er mjög raunverulegt. Og myndirnar sem eru komnar hann upp á þennan sýndarveruleika vegg eru það góðar að með því að klikka á mynd þá gerir þetta staðsetja sig beint fyrir frá myndina og sjá í raun og veru, það í raun og veru ekki mikið verra að sjá smáatriði þarna í sjónvarpinu heldur en bara hérna þar sem við söndum. Já, er það tilfelli? Já, það er lígilega gott, ég er mjög ánægður með það. Og Haraldur segir viðbrögð fólks hafa verið góð. Þeir sem ég hef talað við, þeim finnst þetta skemmtilegt að prófa þetta svona. Mér er svona svo sem alveg sama. Þetta er aðalega hlutur sem að ég að gera til þess að teygja á minni myndlist. En þetta er rosalega gott að geta sýnt fyrir utan Akureyri og sýnt fyrir utan Reykjavík og sýnt bara fyrir utan allt. Sýningin verður náttúrulega aðgengilegri með þessum hætti að einhverju leyti allavega. Já, hún er það og gefur ýmsa möguleika. Það er vísu þarf að vera svolítið svona, þarf að brasa við það að halda þessum link svona í einhver staðar í sýnilegum, þar sem fólk hefur aðgang að honum. En það gefur þá líka möguleika til þess að taka svona tarnir og það er svona ýmislegt sem ég er að velta fyrir mér að gera í sambandi við þessa sýningu sem að svona til að teygja á þessu formi. En þrátt fyrir möguleikana sem felast í þessu nýja formi, þá telur Haraldur að framtíðin liggi ekki í myndlistasýningum á netinu. Nei, það held ég sé nú alls ekki en þetta er bara viðbót. Þetta er bara eins og internetið, þetta er eins og tölvan, þetta er eins og allt annað. Þetta er bara eitt tæki í tækjabóksinni í viðbót. Og þetta fer bara eftir bara skapandi gáfu hvers og eins, hvernig það notar það. Það verður alltaf þörf fyrir hamar og nagla, en hitt bætist bara við. Og sýningin sjálf, segðu mér nú aðeins frá henni, Rattrace, ekki satt? Við erum með þetta 4 verk fyrir framan okkur sem eru á sýningunni. Já. Þetta eru þorskhausar og þorskar, segðu mér aðeins frá þessu. Já, það er kannski fyrst eitt sem er skemmtilegt að við erum með verkin á sýningunni hérna. Já, fyrir framan okkur. Já, fyrir framan okkur, en verkin eru á sýningunni. Já, það er ótrúlegt. Já, það er svolítið gaman að þessu og þetta er svona dualismi sem er skemmtilegur. Að þau eru í rafrænu formi á netinu en hérna eru þau sem sagt í veruleikanum og ég er búinn að vera að vinna í þessum heimi sem ég kalla Kothead síðan 2000 og ég hef verið að skapa mér þessa veröld sem er svona má segja pólitísk frásagnar myndlist og stendur svona á fótum í íslenskri menningu eða allavega minni upplifun af íslenskri menningu. Og það er rétt hjá þér, ég nota þorskhausa og herta þorskhausa fyrst og fremst. Þaðan sæki ég þetta lúk á þessar verur. Ég á að herta þorskhausa alveg í stórum stíl og skoða herta þorskhausa og teka þeim myndir og annað slíkt. Og ég nota síðan þá sem ég teikna eftir þeim. Þetta er ekki allt sami þorskhausinn, þú ert með marga mismunandi, hver á sinn? Þetta er allt saman portrett. Allir þessir hausar sem ég nota eru portrett. Ekki eitthvað sem ég sem sjálfur. Það er svona,
Og svo eru þið komnir í jakkaföt. Já, svo eru þeir í jakkafötu náttúrulega. Jakkaföt einkennisbúningur fjármála heimsins og yfir stéttarinnar eftir því sem að jakkafötin eru fínni, þeim mun sko ofar eru menn í goggunarröðinni. Þetta er ákveðin ádela á kannski samfélagið okkar, já, svo sannarlega er það. Enda heita myndirnar, eins og þessi langa sería, portréttsería heitir Vald. Það má eiginlega segja að áhorfendur séu búin að breyta nafninu á þeirri seríu og búin að endurskýra hana og kalla hana Mr. Trumps Kabinett. Já. Já, það var hérna gestur sem að stakk upp á því nafni og ég setti það út og það virðist vera svona almenn ánægja með það og miklu betra nafn heldur en það sem ég valdi. Já, þannig að þetta er mjög viðeigandi kannski á þessum tímum, þessi sería þín. Mjög viðeigandi, sko, hérna sjáum við verk sem heitir Flokkskírteini og hér eru sem sagt kallar með bindi, jakkaföt, alls konar jakkaföt og fíneri og þeir halda allir saman á flokkskírteini. Þetta er í sjálfu sér ekki flókin skilaboð. Valdaflokkar víðum heim hafa einmitt komað sér fyrir svona í samfélögum. Þannig að samfélögin missa af hæfileikum, skapandi krafti, fólki sem hefur meira nám en aðrir og svo framins vegna þess einfaldlega að flokkskírteini trompar í raun og veru allt. Finnst þér svona að listamenn hafi ákveðnu hlutverki að gegna og svona séu kannski ábyrgir að koma sínum sjónarmiðum á framfæri eins og þú ert að gera svona ádeilu sjónarmiðum og vekja athygli á Ég veit ekki, sko, myndlist er ekki mjög góður áróðursmiðill, sko. Að vísu náttúrulega myndin notaðar alveg gríðarlega sem áróðursmiðill, en það er þá einhverjum öðrum, sko. Sko, listamaðurinn er ekki gerandi, sko. Listamaðurinn er frekar túlkandi og ég sko hef enga löngun til annars heldur en bara að skoða og rannsaka og setja fram. Ég hef enga trú á því að ég breyti einaðinu. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.